Ég held að Ísland skeri sig algjörlega úr til gagnvart öðrum Norðurlöndum og tala ekki öðrum Evrópulöndum í því hversu neikvætt viðhorf til atvinnulífsins og sérstaklega stjórnmálamönnum. Það er merkileg staðreynd. Þetta er bara staðreynd. Þetta er bara algjör staðreynd. Þessi danska utanríkisþjónustan og allar skandinavísku eru miklu leyti talsmenn síðan síns atvinnulífs. Ég veit ekki alveg í hverju utanríkisráðuneytið er á Íslandi, það var eitthvað vókmálaráðuneyti en alveg bursi sprengjumálaráðuneyti en alveg bursi frá því að þá er bara miklu neikvæðara viðhorf til atvinnulífsins á Íslandi og Íslands erlendis gjarnan talað svona national champions ríkisstjórnin að reyna að hygla sínum fyrirtækjum og ég meina við sáum bara núna fyrir svona mánuði 2 síðan þá kom í ljós að danska leyniþjónustan hafi hlutast til það að Carlsberg fengi eitthvað verð fyrir verksmiðju sín í Rússlandi þegar þeir seldu hana til þess að mótmæla og það aktíft verið að vinna með atvinnulífinu. Það var svona kannski komin svolítið vísir að þessu upp úr 2000. Óla Ragnar kannski hafði svona framgöngu það en það var svona mörgum mislíkað eitthvað en það sagði hann náttúrulega ákaflega sérstakur maður en hann var allan ég myndi halda allan að stefna hann næmur á hlutin Ólafur Ragnar hann var náttúrulega real pólitík og vissi út á hvað það gekk menn diltu einstaka ræður en þess ræður hans til hans í Los Angeles mjög fræg ræða hún náttúrulega bara algjör brandari þegar þú horfir á það þess hvernig sænska konungsfjölskyldan hefur verið dregin á milli pótintáta í Miðausturlöndum til þess að selja þeim vopnin en Íslendingar voru viðkvæmari fyrir þessu en síðan rofnaði traustið til atvinnulífsins við hrunið og við erum ekki ennþá búin að vinna úr því og það er ekki bara traustið til atvinnulífsins heldur traustið til markaðslausna almennt við fórum yfir í það ungfólk var svona almennt og bara fólk almennt frjálslynt og trúði á að fólk geti leyst sín vandamál sjálft á markaði yfir í það að við fórum yfir í þessa algera ríkishyggju að ríkið ætti að gera allt og ríkið ætti að útdeila öllum gæðum. Og mér finnst svona auðvitað Viðreisn vera svolítið svona bera þess merki þeirra skoðunar ennþá. Og ég verð að segja það að það komir svolítið óvart að þeir skil keyra svona á veiðilega frumvarpið og það skildi svona ná þessari athygli í pólitíkin. Ég verð reyndar að segja það að þess að margir mínir vinir og fólk sem ég þekki, það er alltaf að spá í veiðilega frumvarpinu. Svo ef ég mæti í stúdensveislu eða fermingaveislu eða hitti fólk á kaffistofunni eða bara á förnum vegi, þá hitti ég aldrei neitt sem að tala veiðilega gjaldið. Fólk sem ég hitti það tala bara tvennt, eða tala mest tvennt. Það er skólamál og það er innflytjendamál. Það á hug fólks en ekki veiðilega gjaldið. Og ég veit ekki, ég veit ekki hversu mikið hítamál þetta er. Þetta hefur eitthvað með það að gera að það er náttúrulega búið svolítið að skrímslavæða sjávarútveginn og leiðinlegt að sjá Kristrúnu taka undir það í Kastljósinu á mánudaginn. Það sé ummæli að byrja að ræða 4 til 5 fjölskyldur. Jú. Það er beinlínis vísun inn í þessa skrímslavæðingu eins og þú talar um. Já, og við náttúrulega sjáum það náttúrulega sérstaklega hvernig RSK-miðlar hafa keyrt á Samherja og svona það virðist hafa verið helsta svona áhugamál stór hluta blaðamannastéttarinnar núna í hvað var verða 2 áratugi að einhvern veginn koma Þorsteinum á Baldvinssyni bak við Lágsorslá. Þetta er náttúrulega alveg sjúklegt að mínu mati.